þar sem að enginn hvað sé ljós, þá göngum við til 7. dagskrárliðar í útsendingu dagskrár, skýrsla bæjarstjóra. Við skilst að hún sé löng. Eiríkur Björn Björgvinsson tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, það eru 13 vikur síðan ég var hér í pontu síðast. Ég skal vera stuttorður eins og ég hef ávallt verið í þessari skýrslu og hleyp bara svona helstu atriðum. Það var nú hérna í júní síðastliðnum og þá sátum við á forseti bæjarstjórnar fund vinabæjanna í Lahti í Finnlandi og bara upplýsa það að samstarfið við vinabæja okkar bara jafn öflugt og verið hefur og meiningin að reyna að efla það eins mikið og við mögulega getum. Það verið að gera úttekt á þessu samstarfi, bara svo við vitið að því. Þannig að það hjálpa okkur vonandi til framtíðar varandi það hvernig við getum elt og stýrt okkar samstarf. Nú, eitt af stóru verkefnunum í sumar var unglingalandsmót Ungmennafélags Íslands sem að Ungmennafélag Akureyrar hélt í samstarfi við okkur og Íþróttabandalag Akureyrar. Bara að segja frá því í stuttu máli að það gekk bara vonum framar. Vissulega gekk á ýmsu og en ég heldur okkur tekist að leysa úr flestu og svo náttúrulega eins og alltaf eru hluti sem við bara getum lært af en í heilt yfir að þá gekk þetta bara mjög vel að okkar mati og bara að nota tækifæri hérna og þakka öllum þeim sem hafa komið að þessu verkefni með okkur að gera þetta sem best úr garði. Nú síðan hafa verið náttúrulega nokkuð margir fundir í sumar, ég ætlum ekki að fara í gegn á alla en það er nauðsynlegt að minna samt sem áður á svona allavega samskiptin við stjórnvöld meðan eins og svo ráðherra. Ég og rektor háskólans áttum fund með aðstoðarmanni fjármálaráðherra, reyndar áttum boðaðan fund með aðstoðarmanni fjármálaráðherra en þegar við gengum í hús og gengum við beint í flassið á fjármálaráðherra sjálfum, þannig að við nýttum tækifæri og spjöllum aðeins við hann. Þannig vorum við að hitta þau til þess að ræða málefni borga og benda á það skrýtnu stöðu sem uppi komin að menn séu reyna að flýja húsnæði vegna þess hversu dýrt að leigja húsnæði en okkur var lofa því að það yrði skoðað og þetta í höndum aðstoðarmanns fjármálaráðherra. Við verðum að fylgja því sem máli reyndar eftir. Og síðan hafa verið ýmis mál sem tengjast ferðaþjónustu, ég ætla ekki að fara í gegnum það allt saman. Eitt máli sem við vorum að vinna í sumar og mjög mikilvægt, það verkefni brothættar byggðir sem tengist verkefnum bæði í Hrísey og Grímsey og við erum komin inn í það verkefni en mér finnst það svolítið sorglegt þegar maður les fjárlagafrumvarpið að það ekki ein einasta króna sem til verkefni sem samt á næsta ári, þannig að þegar ríkisvaldið tekur rétti fram hendurnar og býður samstarf að því skuli svo ekki fylgja neitt fjármagn en það eitthvað sem við þurfum að vinna í núna með fjárlaganefnd og okkar þingmönnum. Nú, aðalfundur Skógræktarfélags Íslands var haldinn hérna í ágúst og bara svona segja frá því það var stór og mikil samkoma. Síðan höfum við, að því hér reynda komið fram áður varandi vinnuna með Landsneti, að því að athugasemdir við kerfisáætlunina hafa náttúrulega verið núna í gangi og rann fresturinn út í dag. Þá höfum við verið að vinna með Landsneti og verið að koma ábendingum varðandi kerfisáætlunina og við líka fengið ábendingar hingað til okkar til þess að koma framfæri við Landsnet og ég get svona bara sagt það hér og ég reyndar við upplýst bæjarfulltrúa meðal annars í bæjarráðið það að ég mjög vongóður að við náum góðu samkomulagi það hvernig mál verða leyst hér í gegnum Akureyri. Nú, skipulags- og byggingafulltrúi, eða skipulagsfulltrúi eins og heitir reyndar hérna hjá okkur, hann sagði upp störfum í sumar og við höfum verið að vinna í því að ráða nýjan skipulagsstjóra og það vonandi sér fyrir endan á því í þessari viku. Nú, vistorkuverkefni, það svona fekk aðeins að blómstra í sumar með ýmsum svona örverkefnum og verkefni gengur bara líka mjög vel, bara svona til upplýsinga og ég held að væri ágætt fyrir okkur núna svona á haustdögum að fá jafnvel kynningu á því enn frekar, hvort sem við gerum það hér í gegnum bæjarstjórn eða inn í gegnum bæjarráð. Og við undirritum samkomulag heilsueflandi samfélag í sumar líka og við höldum áfram að reyna að glíma við sjúkratryggingar Íslands varðandi réttlætingu og fjárveitingum vegna sjúkraflutningana. Það mál í rauninni ennþá í vinnslu og ekki búið að loka því. Nú síðan var hér stórmál allavega í fjölmiðlaumræðinni í sumar þegar varðandi umræðan byrjendalæsi og undirritun á þjóðarsáttmála læsi. En bara svona að segja frá því allavega að ég undirritaði samkomulagi við menntamálaráðherra og það var enda gert með því að við fengum líka
staðfestingu á því frá Menntamálastofnun með hvaða hlutverk hún ætlaði að sinna í þessu verkefni. Það var svona með okkur fororði. Nú við höfum hafið eins og kom hér fram áðan vinnu varandi úttekt á stjórnsýslunni og það búið að vera heilmikil undirbúningur í gangi varandi þá vinnu og síðan þessi hefðbundnu fundi mínir í stjórn sambandsins og stjórn þjóðskrár og síðan í gær, ég kom inn að gærdeginum, að þá heimsótti iðnaðarráðherra okkur og við fórum með hana og ásamt Valgerði Gunnarsdóttur þingmanni og starfsfólki ráðuneytisins í heimsókn meðal út í Grímsey og áttum ágætis fundi með þeim og ágætt að Valgerður var með okkur í þessari ferð því hún einmitt situr í fjárlaganefnd, þannig að við gátum nýtt einmitt tækifærin til þess að koma framfæri ýmsum málum sem við höfum verið að ræða hér í dag. Þannig að ég var svona aðeins og undan ykkur með það að þekki þessi mál svolítið vel, menningarmálin og velferðarmálin, það og skólamálin, það sem að við þurfum að koma framfæri við fjárlaganefnd, en fjárlaganefnd hefur jafnvel boðið okkur eins og reyndar hefð fyrir að eiga fund núna með sér í september eða byrjun október. Og svo bara minni ég bæjarfulltrúa á það að það fundur næstkomandi föstudag með framkvæmdastjórn Sjúkrahússins á Akureyri og ég vonast til þess að sjá sem flesta þar. Við reiknum að funda bara hér í þessum sal. Ég þakka kærlega fyrir mig. Eiríkur Björn Björgvinsson, bæjarstjóri, hefur lokið máli sínu. Þá dagskrá tæmd. Ég vek athygli á eftirtöldum fundargerðum sem eru lagðar fram til kynningar að afgreiðslufundur skipulagsstjóra 28. ágúst og 4. september, atvinnumálanefnd 2. september, bæjarráð 11. september, íþróttaráð 27. ágúst og 3. september, kjarasamningsnefnd 2. september, skipulagsnefnd 9. september, skólanefnd 24. ágúst, stjórn Akureyrarstofu 27. ágúst, stjórn fasteigna Akureyrarbæjar 4. september, umhverfisnefnd 8. september, velferðarráð 2. september. Hægt að nálgast fundargerðina á heimasíðu Akureyrar. Þá segjum við að fundi sé slitið klukkan 20:31.